Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 30. ágúst. Það hriktir í pólitíkinni þessa dagana, ekki síst eftir að Maskína kynnti nýja könnun sem sýnir að Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 13,9%. Það minna fylgi heldur flokkurinn nokkur sinni mælst með í 95 ára sögu sinni. Þetta eru grafalvarleg tíðindi og erfið í raun fyrir formanninn Bjarna Benediktsson sem boðað til flokksráðsfundar nú á morgun. Þar verður þetta mál örugglega rætt og menn vilja fá svör við því hvernig flokkurinn ætli að bregðast við til þess að snúa stöðunni við. Á sama tíma fer miðflokkurinn með himinskautum og hið sama má segja Samfylkinguna. Þetta staðfestir þó kannski fyrst og næst eitt. Það verður spennandi að mæta hér í Spursmál í vetur að ræða pólitíkina því að allt getur gerst. En pólitíkin hún víðar í gangi. Við vitum það að í Bandaríkjunum styttist í forsetakosningar. Þær fara fram 5. nóvember næstkomandi og við ætlum núna í þættinum að ræða við Hermann Nökkva Gunnarsson blaðamann hér á Morgunblaðinu sem sérfræðingur í þessum málefnum. Það allt hnífjafnt á milli Kamala Harris og Donald Trump og ljóst að sveifluríkin sem oft talað 7 talsins, þau munu ráða úrslitum og þarna mun baráttan liggja. Við ætlum að flytja því fréttir hér á vettvangi Spursmála, á MBL og í Morgunblaðinu á komandi vikum og mánuðum og ég hvet ykkur eindregið til að fylgjast með því. En svo það málefni ríkissaksóknara og vararíkissaksóknara. Dómsmálaráðherrann Guðrún Hafsteinsdóttir virðist einfaldlega ekki geta komist að niðurstöðu það hvernig hún eigi að snúa sér í máli þar sem að þessi tvö eru að berja sín á milli mál sem að fáir skilja, áminningu og mögulegan brottrekstur og menn velta fyrir sér hvort þessi ráðherrann eða saksóknarinn sjálfur sem geti vikið Helga Magnúsi Gunnarsssyni vararíkissaksóknara úr embættið ekki. Hann var í mjög forvitnilegu viðtali hér í dagmálum í vikunni hjá Eggerti Skúlasyni og hvet ég áhorfendur til þess að leggja við hlusti þar. Hitt annað mál að það erfitt að skilja af hverju dómsmálaráðherrann tók ekki á málinu með einföldum hætti. Sagði einfaldlega, Sigríður, þú ert ríkissaksóknari, Helgi Magnús, þú ert vararíkissaksóknari, þú átt að geta orðaðina Helgi Magnús og Sigríður, þú átt ekki að vera áminna undirmannin, farið að sinna störfum ykkar fyrir íslensku þjóðina, þeim mikilvægu verkefnum að halda réttarkerfinu gangandi. Það hefði sennilega leyst þetta betur heldur en lögfræðiálit á lögfræðiálit ofan. Og en á Guðrúnu Hafsteinsdóttur, hún kom og tilkynnti það núna fyrir örfáum dögum að nú stefnir í að reist verði nýtt fangelsi réttri á Litla-Hrauni, raunar á landareik sem nefnist Stóra-Hraun. Fyrir örfáum mánuðum tilkynnti hún að þessi framkvæmd myndi kosta 7 milljarða. Hún mun hins vegar kosta 14 milljarða ef að áætlanir standast. Það ekki skrítið að fólk klóri sér í kollinum. Bæði yfir þeirri staðreynd að menn ætla að reisa nýtt fangelsi þarna á þessu svæði þegar við erum með fangelsi á Hólmsheiði og réttar að væri auðvitað að byggja við þá starfsemi frekar heldur en að reisa nýtt úr engu á nýrri jörð þarna fyrir austan fjall. En ráðherrann, hún stendur föst á þessu, enda þetta í hennar kjördæmi og það kann að hafa einhver áhrif. Annað sem að menn velta fyrir sér í þessu sambandi hvernig það geti staðist að örfá herbergi fyrir fanga, innlenda sem erlenda, muni kosta 14 milljarða þegar jafnmörg eða fleiri herbergi í 5 stjörnu hótelum vítt og breitt landið kosta kannski innan við helmingina sömu upphæð. Ráðherrann ætlar í þessu sambandi að fresta uppbygging á björgunarmiðstöð í Reykjavík og maður velti fyrir sér hvernig forgangsröðun háttað. Menn ákveða að reisa fangelsi yfir fangana sem að stórum hluta í dag eru erlendir síbrotamenn frá ýmsum löndum og sleppa því að byggja upp björgunarmiðstöð sem hefur það verkefni að vernda og bjarga mannslífum, ekki síst þeim íslensku. Þetta og fleira til hér í fréttum vikuna gerir ég ráð fyrir eftir og í sambandi við framúrkeyrslur. Þá ætla ég í lok þáttarins að ræða við Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóri í Kópavogi og Davíð Þorláksson sem framkvæmdastjóri Betri samgangna. Núna búið að tilkynna það að samgöngusáttmálinn og höfuðborgarsvæðinu kosti 311 milljarða í stað 160. Herragarðurinn klæðir þig vel. Væntanlegt í sjónvarpi Símans. Dimma, ný spennuþáttaröð byggð á metsölubók Ragnars Jónassonar. A woman is dead. Put me on the case. I'll tell you. You were suspended for assaulting an officer. You crazy? The girl throws herself into a glacier. Accident or foul play. I'm going to find out what happened to her. And if someone hurt her, I will find them. I know what you did. These people are monsters. And they're everywhere.
will send them back to the darkness. Dimma hefst 12. september í sjónvarpi Símans. Þau eru komin hingað til mín, tvö. Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir sem forseti félagsvísindadeildar Háskólans á Bifröst og Hermann Nökkvi Gunnarsson sem blaðamaður hér á Morgunblaðinu og ætlum að fara yfir fréttir vikunnar og það af nógu að taka. Komið sæl, bæði tvö. Já, þakka þér bóðir. Það nú eiginlega hefur verið hér bara síðustu mánuð, við þekkjum það blaðmennirnir, svo gríðarlegt yfirflæði af miklum og stórum fréttum að það erfitt að ákveða hvað skuli drepa niður en mér langar til að byrja samtalið á nýrri könnun sem að sýnir fylgi flokkana á landsvísu. Þar eru mikil tíðindi, kannski helst af 3 flokkum, Sjálfstæðisflokki, Miðflokki og Samfylkingu. Samfylkingin að mælast ennþá með himinskautum, Miðflokkurinn enn að hækka, en Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera í, ég var að segja, frjálsu falli. Já. Hvað segið þið þessa greiningu mína? Já. Sjálfstæðisflokkurinn í frjálsu falli og ekki svipur hjá Sjón, hann náttúrulega bara í sögulegu lágmarki, þannig að ég held að hann aldrei nokkuð tíma mælst svona lágt. Nei. Og þetta eru söguleg tíðindi, þessi niðurstaða, en þetta engin furða. Sko, vandræðagangurinn sem hefur verið á stjórnarheimilinu síðustu mánuði, hver skandallinn sem hefur rekið annan í stjórnarsamstarfinu, Katrín stendur upp og gengur frá borði fyrir forsetakosningar, boltinn fer til Bjarna sem þá búin að vera í 2 ráðuneytum þurft að segja af sér út af Íslandsbankamálinu og fer beint yfir í annað ráðuneyti við lítinn fögnuð. Og svo náttúrulega það sem ég held að skipti mestu máli sem auðvitað hagstjórnin, hún náttúrulega bara komin út í inn í eitthvert öngstræti með verðbólgu, ofurvöxtum. Við erum ekki með neitt almennilegt húsnæðiskerfi, það virðist ekki mega gera neitt fyrir almenning í landinu. Ekkert sem að það má ekki gera neina ráðstafanir, hér engin almennileg byggingafélög, ungt fólk á bara sáralitla möguleika og þetta náttúrulega allt í boði ríkisstjórnarinnar og það hlaut auðvitað að koma að því að það kæmu einhver skuldaskil. Og það kemur niður reyndar að fylgi allra stjórnarflokkana svo það sé tekið fram, VG þetta að mælast út af þingi líka. Þeir eru náttúrulega bara að hverfa, VG. Þeir eru búin að mælast utan þings núna í nokkra mánuði, Framsókn þetta mælist heldur ekkert með sérstaklega mikið fylgi, 9%, ég held í Gallup hafi verið á milli 7 og 9% líka, en þessi fylgiskönnun þetta algjör niðurlæging fyrir Sjálfstæðisflokkinn og maður getur rétt ímyndað sér hvernig andrúmsloft þetta að skapa og koma til flokksársfundi sem hefst á morgun. Já, það einmitt boðar á morgun, þar koma flokksforkólfarnir saman til að ráða ráðum sínum. Já, og þeir segja að þeir munu ræða komandi þingvetur og hvernig þeir ætla að gera sig klára fyrir komandi kosningar og það verður áhugavert að sjá hvernig þeir munu tækla þetta á fundinum og hvort að fundamenn muni láta óánægjuna heyrast að einhverju leyti. En maður hugsa líka svolítið með þessa könnun hvað veldur þessu, ég held að það sé auðvitað margt sem hún bendir á þetta sem alveg rétt en það auðvitað líka það, við sjáum að Miðflokkurinn í sókn, Viðreisn bæti líka alveg þokkalega við sig og við sjáum það að einhverjum ástæðum þá virðist það að skapast tómarúm á hægri vang stjórnmálun á Íslandi. Sjálfstæðisflokkurinn að missa sína hlutdeild meðal hægri kjósenda á meðan að Miðflokkurinn sækir í sig veðrið og Viðreisn gerir það líka. Og ég held að sjálfstæðismenn þurfi eflaust að skoða hvað að valda því að þetta tómarúm sé að skapast. En eru Viðreisn og Miðflokkurinn ekki einfaldlega að fylla þetta tómarúm? Það virðist vera þannig. En þá er það ekki tómarúm? Nei, ekki lengur, en þeir eru að sækja fram. Það allavega kannski meira það sem ég að segja að Sjálfstæðisflokkurinn skapaði þetta tómarúm. Hann opnaði á þann möguleika að flokkar geti sótt á sig fara hægri. Því sjá líka Viðreisn á síðustu mánuðum hefur verið að tala svolítið hægrisinnar en áður. Sérstaklega hafa verið að benda á ríkisfjármálum og svona. Þannig að það er eitthvað þarna sem að valda því að Miðflokkurinn og Viðreisn sjá tækifæri til að sækja til hægri. Nú Sigríður Andersen kom nú fram í sjónvarpsfréttum í gær og lýsti því yfir að þetta væri nú bæði forystan og stefnaflokksins. Þannig að það er greinilegt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í miklum vandræðum núna bara svolítið langa hríð. Þetta er búið að vera þetta er löng þróun og stöðug. Og það hefur auðvitað verulegu leyti að gera með auðvitað forystu flokksins, hvernig haldið á málefnum flokksins úti við, hvernig talað til fólksins og hvort að fólkið upplifir það sé verið að tala til þess. Það held ég að hafi algjörlega misfarist og sé bara ekki tilfellið. Heldur að núverandi forysta Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún geti snúið þessari þróun við, snúið skipinu við þannig að þau bæti við sér fylgi allavega frá þessum könnunum í kosningum sem að við gerum ráð fyrir að verði, er það ekki næsta vor frekar en ekki? Ég var bara mjög erfitt með að sjá það þegar það er enga breytingar sjáanlegar á stefnu flokksins. Flokkurinn hefur bara farið eftir þessari braut sem ég var að lýsa
og Sjálfstæðisflokkurinn sem áratugi hefur viljað státa sig af því að vera kjölfesta í hagstjórninni og hefur beitt því í kosningaáróðri, kosningar eftir kosningar. Þetta algjör fallengun hvað það varðar og ætlaðir að snúa því við fram að næstu kosningum, ég ekki að sjá það gerast. Það hafa engar ráðstafanir verið gerðar fyrir nokkurn skapaðan hlut. Verðbólgan fer nú minnkandi reyndar og vonandi vextir fara að lækka. Já, við skulum nú sjá, það nú ekkit útlit endilega fyrir það. Ég meina verðbólgan hefur nú svona aðeins nikast til aðeins upp fyrir og niður fyrir einhverja en heildarþróunin hefur verið á einn veg. Ég meina, Sigmundur sagði þetta í samtali við MBL daginn að það virðist vera að ríkisstjórnin hafi verið að bíða eftir því að verðbólgan myndi lækka, hraðar en hefur gert og þannig vextir og ég held að sé svo sem alveg að einhverju leyti rétt greining því að fólk spyr svo þetta ef að fylgið þá öllum að minnka svona mikið af hverju þá verið að halda þessu stjórnarsamstarfi gangandi og ég held að hluta í sig að menn eru þetta að bíða eftir því að verðbólgan lækki. Að það kom einhver góð tíðindi sem að geta nýst í baráttunni. Það geti verið að þessi að hugsa þetta þannig en síðan bara spurningin mun það duga til. Ég menna við sáum í Bretlandi að í kosningunum þar þegar var komið að kjörti þá verðbólgan bara komið niður í 2%. Íhaldsflokkur fekk samt skell. Þannig að það er spurning mun það duga til. Og líka þess að við erum að sjá kannski, þetta auðvitað ekki bara Sjálfstæðisflokkur sem er að taka skell, við erum með vinnustöðu að VG er að mælast utan þings. Þetta kannski mesti vinstriflokkurinn og mesti hægriflokkurinn eiga að vera það og þú ert einhvern veginn komin í þessa ómögulegu stöðu að þú ert með ríkisstjórn þar sem að hvoruð þessara flokka geta raunverulega höfðað til sinna kjósenda almennlega, uppfyllt kosningalofvörðin almennlega. Og svo kemur fram á sjónarsviði svona sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún Frostadóttir með skýrar áherslur í átt til aukinna félagslegra úrræða til innleiðingu og svona jafnaðarstefnu skulum við segja, sem að stór meginhlut og ekki síst millistéttafólk hefur kannski æðilengi þráð að heyra því að svarið fyrir þennan hóp hefur ekki verið Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að þetta spilar líka saman. Er eitthvað sem að kemur í veg fyrir að Kristrún Frostadóttir þrammi bara inn í stjórnarráðið við Lækjargötu að loknum næstu kosningum? Mér sýnist bara allt benda til þess að hún muni gera það og leiða næstu ríkisstjórn. Mér sýnist allt benda stefna í það. Og hún hefur verið klókað því litinu til að hún tekur svona, hvað við segja, svona svolítið minni mál sem að höfða til færri kjósenda, hvort sem það er ný stjórnarskrá eða eitthvað þannig, sem að skipta kannski ekki höfumáli þegar kemur að því að kjósa. Þegar þú ert að hugsa veski, þú ert að hugsa það hvort þú getur fasteign, þú ert að hugsa heilsu þinnar og fjölskyldu þinnar. Hún er að einblína á þessi mál eins og hún er að benda á. Það er líka búið að vera klókt hjá henni að hún er ekkert að taka sér mikið sess í þjóðmála umræðan oft. Það fer mjög lítið fyrir henni og hún er að leyfa svolítið, hún er að leyfa svolítið ríkisstjórnin að sjá það að eyðileggja sig sjálfa. Leyfa ráðherrunum að vera í sínum hornum, að skjóta hvern annan, leyfa þeim að taka neikvæða athyglina, síðan kemur hún fram, virðist þegar hún er búin að hugsa hvað stefnu hún ætlar að leggja fram í heilbrigðismálum og på allir blaðamannafundar og kemur jákvæð umfjöllun kjölfar þess. Þetta er vel útfært hjá henni. Algjörlega og það sýnir það bara hún er mjög hæfur stjórnmálamaður, hún bara þekkir sinn vitjunartíma, stígur fram á sviði þegar ástæða er til og þá lætur hún muna sig í umræðinni en svo bara hefur hún hægt sig þess á milli. En þið sjáu það að á síðustu árum þá hefur verið að molna niður svo mikið í innviðum samfélagsins. Velferðarkerfið er bara í stórum vanda, ekki síst heilbrigðiskerfið. Og á sama tíma, og það er náttúrulega einn stór ástæða fyrir óvinsældum stjórnarflokkana. Hvernig hefur það málnað niður? Ég bara vandi til dæmis Landspítalans, hann eykst ár frá ári og við erum að fá fréttir af bara erfiðum málum í heilbrigðiskerfinu, það er bara árvissar fréttir. Landspítalinn var rekinn með jákvæðri afkomu í fyrra. Var hann það? Já. Já, en samt erum við alltaf endalaust að fá fréttir af því að þar gangi ekki reksturinn vel. Það er verið að takmarka starfsemi, það er verið að jafnvel loka deildum yfir ákveðna árstíðir og svo framvegis. Þannig að fólk hefur ekki tilfinningu fyrir því að það sé vel staðið að málum í heilbrigðiskerfinu. Heilsugæslan er gjörsamlega að þrotum komin, fólk bíður mánuðum saman, jafnvel vikum og mánuðum saman eftir að fá samband við heilsugæslu. Það gengur reyndar miklu betur hjá einkareknu heilsugæslunni heldur en hinu opinberu. En nú er bara svo komið með velferðarkerfi, fyrst þú segir þetta, að meiri sé að Sigríður Andersen er farin að biðja því greiða og þá er nú langt gengið og segir nú kannski sína sögur. Sigríður ekki hér til að svara fyrir það. Mig langar til að aðeins út frá pólitíkinni, við fáum fréttir núna því að Landhelgisgæslan telur sig ekki geta haldið uppi eftirliti á hafinu og inn í fjörðum. Flugvél gæslunnar er í risa viðhaldi sem kostar 300 milljónir og sama tíma berast fréttir af því
allt of oft og skelfilega oft af voðaatburðum, morðum, hnífstungum í miðbærum á menninganótt þar sem að ungt fólk verður fyrir barðinu á vopnamönnum. Erum við að horfa upp á einhverjar hraðar samfélagsbreytingar núna sem að búið reyndar að vara við að myndu berast hingað eins og gert hefur á hinum Norðurlöndunum á síðustu 10 árum? Ég meina við sáum allavega í fyrra að það var metfjöldi í vopnuðum útköllum hjá sérsveitinni og það var metfjöldi af innbrotum, við sáum alls konar svona hluti, þannig að það er greinlegt að glæpum virðist vera að fjölga. Þetta nýlegast búið að vera umræðinu þessi hræðilegu hnífamál, en það er náttúrulega þannig að eitthvað að valda því að glæpum sé að fjölga. Ég er ekki með lausnaði því, en við erum auðvitað, það má spyrja sig í tengslu við þessi hnífamál. Við sjáum að þetta er mikið á ungmennum. Við höfum tekið eftir að ungmenn á Íslandi, það er á mörgum mælikvörðum þar sem að það mætti ganga betur hjá ungmennum. Ég held að við ættum að vera að spyrja okkur spurninga það. Eru þau meira félagslega einangruð heldur en þau voru áður fyrr? Þau kunna ekki að lesa. Skólamálin, já. Ég held að þetta sé nefnilega, þetta er auðvitað margþættur vandi. Ég get ekki annað en sett þetta að einhverju leyti í samhengi við síversnandi niðurstöður úr PISA-könnunum til dæmis sem sýna bara versnandi læsi og lesskilning ungmenna. 40% unglinga á aldrinum eitthvað í kringum 16 ára aldur getur ekki lesið sér til skilnings og staðan er verulega slæm hjá ungum drengjum. Við sjáum líka stöðu pilta og drengja í skólakerfinu eftir að grunnskóla lýkur. Í háskólum eru til dæmis bara, karlar eru einungis 30% þeirra sem að sækja háskólana. Þetta eru... Menn láta sér þetta í létturúmi líka? Nei, ég held að það nú sé ástæða til þess að fara aðeins að skoða málið. Það var talað miklu meiri hörku þegar að hlutföllin voru í hinn áttina þegar að hallað á konur en þegar að þessi hlutföll... Já, loksins þegar konur létu til sín heyra, en svo hefur orðið eitthvað pendúlsveifla og það er auðvitað áhyggjuefni því að samfélagið er náttúrulega samanstendur af báðum kynjum, öllum kynjum og það náttúrulega allt þarf að endurspegla það og það er ekki eðlilegt þegar ungir karlmenn eru ekki partur á skólakerfinu, njóta ekki þeirra tækifæra og lífsmöguleika sem að menntun og skilningur innleiðir. Þetta stendur auðvitað líka í sambandi við ákveðna félagslega breytingar. Ungt fólk velur að verulegu leyti í netheimum, inn í tölvuleikjum, þar sem það er í samviskulausum drápsleikjum. Það er kannski ekki alveg í sambandi við bara mannlegar tilfinningar og samkennd. Og mér finnst þetta að vera farið að koma fram í þessari auknu hnífamenningu og þessari auknu árásarmenningu meðal ungmenna. Við þurfum að taka þetta verulega alvarlega. Börnin þurfa að lesa meira og vera menn í tölvunni? Já, og meira með fólki kannski. Svo er annað sem að líka veldur mér áhyggjum í þessu, að í þessum tilfellum, þessum hnífstungumálum sem hafa komið upp eins og þessu nýjasta, þar er eitt fórnarlambanna, það er palestínskur drengur. Í Fjarðarkaupsmorðinu sem átti sér stað þar sem að varð hópárás á mann, þar var pólskur maður, en gerendurnir í báðum tilvikum Íslendingar. Er að spretta upp eitthvað dulið útlendingahatur sem er að hafa áhrif á unglingan okkar. Ef svo er, þá þarf að taka á því. Það geta verið svo margir lúmskir undirliggjandi þættir sem að geta haft áhrif á svona. Ég meina, maður svo sem veit ekki til þess að þessi glæpir hafi verið rannsakaðir sem hatursglæpir og við sjáum auðvitað bara því miður þegar stungárásar eru fleiri þá verða fleira verðumbergi brotni fyrir barðinu á þeim. En við sjáum auðvitað líka Íslendinga verða fyrir barðinu. Og þetta er svo margt í þessu. Auðvitað kemur umræða núna það hvernig er þetta komið veg fyrir það að börn séu með hnífa. Ég meina, þetta er djúpstæðara vandamál heldur en það að börn hafi aðgang að hnífum. Það er eitthvað að valda því að þessi aukning sé. Og það eru fleiri hlutir, það eru auðvitað lögreglumálin. Það hefur verið bent á það marggott að miðað við höfðatölu þá er ekki margir lögreglumenn núna í höfuðborginu og voru til dæmis verið 20 árum. Það þarf að skoða það og maður er búin að sjá viðtöl við versluna eða skemmtistaðaeigendur sem er að tala um það að það þurfi meiri viðveru hjá lögreglumönnum á svæðinu til að vera með fljótara viðbragð og hertara öryggi. Þannig að þetta er eitthvað sem samfélagið þarf að taka svolítið heildstæða nálgun og skoða vandlega. Annað sem að menn velta fyrir sér varðandi öryggi fólks og samfélagsþróun, þetta hræðilega slys á Breiðamerkurjökli sem við fengum tíðindin af liðna helgi, þar sem að bandarískur karlmaður kremst undir ísfargi og þunguð eiginkona hans eða verðandi eiginkona er hætt komin
Ólína, þú hefur nú verið mikið útivist hjá ferðafélaginu og víðar ef ég þekki rétt til. Hvernig metur þetta? Þetta orðið villta vestrið eða átti þjóðgarðurinn þarna að gera það fyrir þessar ferðir? Veistu það, þarna áttu svo margir sök og þarna bera svo margir ábyrgð. Hverjir? Allt frá leiðsögumanninum sem veit ekki hvað hann með marga í hópnum og fer þarna inn í ótryggar aðstæður til bara þjóðgarðsins sem ekki að beita að því virðist þeim valdsheimildum sem það hefur til að stemma stigu við hættuástandi sem að getur skapast og upp í ráðuneytið. Ótækt að fólk sé að fara í þessa hella á þessum tíma árs? Algjörlega og það kemur bara fram í þessari skýrslu sem hafa gert 2017 að þar ekki eins og gert ráð fyrir því að sé farið inn í hella frá maímánuði til loka september og algjörlega skýrt að ef að hiti komin yfir frostmark þá bara verulega áhætta að fara inn í íshella. Á síðasta ári voru 190.000 ferðamenn í íshellaferðum í Vatnajökulsþjóðgarði. 190.000 manns. Þessi mannfjöldi deilist á 25 ferðaþjónustufyrirtæki sem eru ýmist íslensk eða erlend. Þau erlendu eru færri en stærri og eru að taka verulegan hluta af arðinum sem að hlýst af þessari starfsemi. Vatnajökulsþjóðgarður virðist ekki vera að fá neitt eða bara eitthvað sára lítið. Þarna einhvers staðar líka pottu brotin. Sko, þjóðgarðurinn á að vera útvörður þjóðgarðsins, vörslu aðili þjóðgarðsins. Hvernig stendur það á því að menn fá að koma þarna með stórvirk vinnutæki og bora út holur og hella í Vatnajökul, sem bráðnandi jökull, valdandi umhverfisspjöllum, náttúruspjöllum til að selja aðgang að ótryggum hellum eins og tilfellið og þetta ég að segja það. Þetta ekki tekjuöflunarhlutin, þetta bara stjórnvaldsákvörðun. Það stjórnvaldsákvörðun að, já, ég meina það einhver sem ég að segja það. Það einhver sem ber ábyrgð á því að þetta fær að viðgangast. Og hvernig, ég meina, bara í lagi að hola innan jöklan okkar, inn í sjálfum þjóðgarðinu. Hvernig stendur á því að það láti viðgangast? Vildi Benjamín Hafið Eiríksson ekki gera það og gera þetta í stóri kortgeymslu? Já, hugsið ykkur bara, en nú sjáum við líka afleiðingarnar. Mér finnst áhugavert að benda á það, ég meina fyrirtæki sem umræðir Ice Big Journeys, að þeir vara sérstaklega við því inn á vefsíðunni sinni að á sumri til þá geti það gerst að krakin bráðni það mikið að þakið einmitt hrynji í hellinum sem ekki það ólíkt því sem að gerist þarna. Þannig að virðist krakin að bráðna einhverju leyti og einmitt það kemur þarna ísvark sem að hrynur á fólkið. Og það sem kannski fólki blöskra mest í kjölfarið einmitt það sem minnist á að það fyrst sagt að það hefur verið 25 í hópnum. Það eru kallaðir út hátt í 300 sjálfboðaliðar sem að vinna eitthvað þrekvirki þarna með handafli berja niður einhver tonn af ís. Það kemur í ljós að það voru bara 23 þarna og ég held að það eru svona hlutir sem hægt að bæta bara snögglega sem bara, ekki hægt að vera með betri skráningum það hverjir í ferðir. Ég meina maður pantar hérna mið í Herjólf fyrir 3, þú þarft að segja, sko, ef þú mútið kaupa miðan sjálfur, þú þarft að segja hverjir að fara með þér. Ég meina við hljótum að geta verið með betri utanumhald og skráningum það hverjir í svona ferðum. Svo líka hlýtur að vera hægt að takmarka aðgengið að jöklinum með þessum hætti og það hlýtur líka að vera hægt bæði með tilliti til umhverfissjónarmiða og öryggis almennings og þeirra sem eru í þessum ferðum. En eru umhverfisspjöll að þessu? Ég meina þetta ísjamekortið að bráðna burtu? Þú flýtur nú alveg örugglega fyrir því með því að bora þetta allt í sundur. Ég annars ekki, ætla ekki að dæma það. Fyrir mér sem leikmanni lítur þetta mjög einkennilega út. Það mjög margt annað að í þessu máli. Það eitt, til dæmis sem lítur á björgunarsveitunum. Mér finnst það bara ábyrgðar hluti að kalla mörg hundruð manns á vettvang til verka við lífshættulegar aðstæður af ástæðulausu. Það grafalvarlegt mál og það segir líka bara sitt að það komið kannski upp ykkur svona, menn eru farnir að líta á björgunarsveitirnar sem ykkur sjálfsagðan vinnukraft. Ég held að menn gerir það nú ekki, en þetta auðvitað ef að menn telja það séu 2 einstaklingar lifandi eða látnir fastur undir ísnum, þá grípa menn til aðgerða. Þú vilt alltaf láta viðkomandi njóta, þetta hefði verið rétt skráð. Þú vilt alltaf láta viðkomandi njóta vafans, en þarna eitthvert sinnuleysi eða einhver veruleg ónákvæmni. Sem þýðir það að fólk stendur upp frá matarborðinu, það fer frá sjúkrabeði ættingja, það fer úr sinni vinnu, mætir á vettvang og
stendur svo uppi með það sólarhring seinna að þetta var Það var verið að leita að tilefnislaust. Já. Mér langar til að venda hvað okkar enn fyrir ekkar í kross og reyndar allarleið yfir Atlantshafið til Bandaríkjanna. Hermann, þú hefur verið að skrifa mikið það að fjalla forsetakosningarnar sem framundan í Bandaríkjunum, 5. nóvember, ef ég maður rétt. Kamala Harris og Trump etja það kappi. Hver staðan þarna í þessum ótrúlegu kosningum? Já, kannski eins og við sjáum bara hérna á skjánum hérna á bakvið okkur að það allt í járnum. Það munar innan við 2% stigum á landsvísu, samkvæmt Real Clear Politics, þessi tekur meðaltal kannana, sem bara ómarktækur munur í raun og veru. Og þegar þú skoðar þessi 7 sveifluríki sem munur ráða úrslitunum á endanum, hver vinnur þetta, að þar er munurinn innan við 2% í öllum ríkjum. Og í raun og veru munurinn, ég held að í 3 af þessum 7 þá er munurinn 0,3% stig á milli þeirra og það er mjög erfitt að segja til ég held að Harris hafi reyndar í gær í fyrsta sinn í svolítinn tíma, held ég sé hún fór fram, formulega náða að mælast þannig séð með nógu marga kjörmenn til að vinna kosningarnar sem 270. Ég held reyndar að þessi smá bjögukönnu hann frá Bloomberg sem að veldi því hún hafi hoppað eins yfir hann. Þetta verður alveg, þetta er á hnífsegg eins og sækir standa. Þetta er bara þannig og ég held að við höfum ekki séð allavega 2020 og 2016 þá var munurinn samkvæmt könnum mun meira á frambjóðum. Hillary Clinton var á þessum tímapunkti að leiða með við 5% stigum, Joe Biden var á þessum tímapunkti að leiða með við 7% stigum. Það að segja að mælast innan við 2% stiga munur er náttúrulega ótrúlegt. Kannski nýjasta sem hefur gerst í þessu og við erum að velta fyrir okkur, það er þetta í gær, þá mætti Kamala Harris í sitt fyrsta viðtal og það var á CNN og hún virðist hafa sloppið bara nokkuð vel frá því. Ég held að sé ennþá mörgum spurningum ósvara það hver stefna hennar er í ýmsum málaflokkum og það er svona sem að kjósendur vilja fá að vita þess meir hvar stendur hún og fá kannski aðeins betri útskýringu á því af hverju hún hefur skiptu skoðun í málaflokkum ef var það þrýstibrot, ef var það landamærin, ef var það einkareknar sjúkratryggingar og það er svona hún mun þurfa að á næstu vikum þá er hún svolítið hvað var að segja, hún er með ákveðna ímynd af sér að hún sé mjög vinstri sinnuð. Hún þarf að sýna, hún hefur gert það reyndar einhver liti núna, hún þarf að sýna það að hún sé nær miðjunni. Donald Trump á sama tíma það sem hann þarf að gera er að hann þarf að hætta með barnalega mótganir sem hann hefur verið að hreyta hérna í Kamala Harris. Það hefur reynst honum mjög erfitt og það hefur bara alltaf verið þannig. En maður hefur hins vegar séð auðvitað á einhverjum tímapunkti eins og Clinton að hann varð agaðri þegar hann nær dró kosningum og það eru merki það að hann sé að verða agaðri sjálfur. Þannig að ef maður væri að veita ráðgjöf þá væri það Kamala þú þarft að sýna það að þú sett ekki of róttæk og vinstri sinnum fyrir Bandaríkjamenn. Donald Trump mælist eins og sakir standa. Bandaríkjamenn treystu honum betur fyrir að stjórna efnahagsmálum, verðbólgu og því að það er allt líka aukalega og landamærunum. Kamala Harris aftur á móti, fólk treystir henni betur þegar kemur að fóstureyðingamálum og fólk treystir henni betur þegar kemur að það heldur hún sem er betri skapgerð og fólk heldur að hún tengi betur við vandamál hennes almenna borgara. Ólína, þú fylgist með þessu, veit ég? Já, ég fylgist með þessu, ég er ekki að fylgjast með þessu sem neitt sérfræðingur en ég hef gaman að fylgjast með þessum kosningum. Ég finnst þetta sögulegt og þetta er náttúrulega búið að vera mjög dramatískt, þessi kappræður hérna Bidens og Trumps sem voru alveg skelfilegar og svo atburðarásin eftir það. En mér finnst svolítið fyndið þegar er verið að tala það að Kamala Harris sem demokrati, bandarísku demokrati, sé vinstri sinnuð. Það er hún náttúrulega ekki. Þetta er manneskja sem hins vegar aðhyllist svona ákveðnar lítur ekki frá félagslegum lausnum þar sem þær eru til staðar. En svo er ekki gerð nein krafa til Trump að hann sé með nein málefni. Það er ekki gerð nein málefnileg krafa til Trump. Hann má bara vera sá sem hann er, en Kamala þarf að vera svona og hins en hún verður að sýna betur fram á þetta og ef ég set upp kynjagleraugun þá finnst mér þessi umræða alltaf svolítið sérstök. Er hún kynjaskipt? Mér finnst það, og það er náttúrulega ekki bara í þessu tilfelli, það er náttúrulega bara alltaf. En Kamala Harris er að koma býsna sterk inn, hún er heillandi persónuleiki, hún geislar af gleði, hún leyfir sér að vera svolítið hvöss við Trump, hún svarar honum alltaf fáað en svolítið með svipuðum vopnum eins og þegar hún segist þekkja manngerðina. Hún hafi nú átt við svona manngerðir sem saksóknari. Þá er hún náttúrulega að vísa til ákveðina og hann er hræddur við þetta og hefur ástæðu til að vera það. Heldur að hún hafa hann undir í kappræðunum? Hvað er það, 10. september? 10. september á ABC. Já, það fer svolítið eftir í hvað hann er ósvífinn, Maður náttúrulega, þið munið auðvitað hvernig þetta var með Hillary Clinton. Hún átti aldrei svar við ósvífninni í honum. Hann skaut undir belti
og hún átti aldrei svar, var að reyna að vera málefnaleg og sigla yfir. Það voru kannski mistök. Þú getur kannski ekki mætt manni eins og Trump með öðru en hans eigin vopnum. En hún verður náttúrulega alltaf að vera fáaðri en hann. Og það sem hún mun væntanlega gera í þessu kappræðum að hún mun reyna að mála þá mynd að þegar þú verður með þau hlið við hlið að sé saksóknarinn og sé glæpamaðurinn. Já. Það það sem hann mun reynda að gera í kosningabaráttunni og það það sem hún mun reyna að gera í kappræðunum. Þetta einmitt rétt hjá þér því að Trump áður til að slá fólk út á laginu með því hvað hann þorir að segja bara í beinni útsendingu og það einhvern veginn fólk veit ekki hvernig það á að bregðast við. Ég held hins vegar að alla mælingar sýni það að hann getur ekki verið að vinna með þá leikbók lengur því að hann mun þurfa að tala málefnin. Þar það sem hann sterkastur. Málefnalega séð eru Bandaríkjamenn hann treyst honum frekar til þess að stjórna á einum helstu málum sem eru ofarlega í huga kjósenda. Ef hann fókusar á einmitt þessi málefni, minnir á það hvar Harris hefur staðið og hún hefur vissulega verið vinstrisinnuð á bandarískum skala. Ég menna hún kallar fyrir verðlagsstýringu á matvælamarkaði sem ég efast að vinstrimenn á Íslandi segja kalla eftir. Hún hefur talað verið banni við þrýstibroti og eins og maður segir bann við einhverjum sjúkratryggingum. Þrýstibrot fracking á ensku. Og ástæða fyrir að maður að benda á það út af því að í Pennsylvania eru auðvitað mikið af þessu. Það mikil svona orkuöflun og það mikilvægast af sveifluríki. Þannig að það kannski ástæðan fyrir ég að minna svolítið ofta á þetta. Og svo fer þetta náttúrulega eftir í hvernig sveifluríkin fara. Það veltur allt á því og þau náttúrulega, en sko ég ekki viss að Trump hafi hjálpað sér mikið með þessu varaforseta efni sem hann valdi sér honum Vance. Já, sem að kemur svolítið út bara eins og kjáni í allavega sumu samhengi sem það hefur séðan og hann ekki að bæta Trump upp á neitt hátt, hann eiginlega bara að undirstrika hvað þeir eru oft aulalegir sko í málflutningi. Og uppnefnin sem þeir eru að velja Harris og svona, þetta ekki að skora með þeim. Heiðvirðir Bandaríkjamenn á endanum held ég að sættis ekki við þetta. Þetta eru ótrúlega áhugaverðir tímar og það verða spennandi viku hér framöndan. Hermann, við ætlum að njóta ásjár þinnar í því sambandi, við ætlum að fá innslög frá þér í þáttunum á komandi vikum, þar sem þú ætlar að fara yfir þróun mála frá viku til viku. Og svo segir mér svo hugurum að þú verður staddur á erlendri grund þegar að nálgast kosningar. Það passar, maður verður hann í Pennsylvania yfir kosningarnar og við munum auðvitað fjallum það sem við sjáum þar, taka viðtölu fólkar, hvað að hugsa. Fólk sérstaklega ætlum að reyna að finna þá fáu kjósendur sem verða óákveðnir ennþá nokkrum dögum fyrir kosningar, ræða við þá. Og eins og við bendir á, við á MBL, við ætlum að birta á mánudögum alltaf yfirlit yfir helstu skoðanakannanir, hvernig það lítur út í sveifluríkjunum og föstudögum munum við fara yfir því spursmálum. Fréttir af þessu á MBL í Morgunblaðinu og þetta á K100 sömuleiðis. En tími okkar liðin hér að þessu sinni, Ólína Þorvarðardóttir, Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og Hermann Akku Gunnarsson, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Ég hef hins vegar ekki alveg lokið viðveru minni hér við þetta borð þennan daginn því eftir örfáa sekúndur setjast hér við borðið þau Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi og Davíð Þorláksson sem framkvæmdastjóri Betri samgangna. Ég ætla að ræða við þau nýja samgöngusáttmálann og milljarðana 311 sem eiga farið það risastóra verkefni. Fylgist þið með. Ný kynslóð Toyota CHR. Hver lína skiptir máli. Toyota, förum lengra. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM. Bónusréttur mánaðarins gómsættur spagetti bolognese einstaklingsréttur. Bónus með þér í liði. EQE SUV nær 9 hæðum með rafmögnuðum luxus og allt að 550 km drægni. Askja Krókhálsi. Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is. Þau eru komin hingað til mín í hádegismáa Davíð Þorláksson sem framkvæmdastjóri Betri samgangna og Ásdís Kristjánsdóttir sem bæjarstjóri í Kópavogi. Þau eru í hópi þess fólks sem nú leggur á ráðinum 311 milljarða fjárfestingu í samgöngu innviðum í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu í heild. Ég ætla að ræða hérna við þetta stóra verkefni sem núna ég var að segja jafnt og þétt að koma upp úr hattinum. Komið þið sælblessuð. Gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. 2019 var okkur sagt að þetta mikla verkefni myndi kosta 120 milljarða. Í fyrra var það 160 milljarðar. Núna það 311 milljarðar.
Fjármálaráðherrann segir að sennilega muni þetta bara hækka enn meira. Ég byrja á þér, Ásdís. Hvað má þetta kosta? Hvað má þetta kosta? Já, ég vil nú byrja á því að segja að ég skil vel þessi tortryggni sem í garð sáttmálans og þetta ósætti í raun vegna þess að fólk sér auðvitað bara hvernig kostnaðurinn hefur þróast og það að sáttmálinn sé að fara nánast tvöfaldast eða meira en það auðvitað bara óásættanlegt. Og það hef ég gagnrýnt opinberlega og þegar ég settist í stól bæjarstjóra þá sá ég það að þessar áætlanir voru engan veginn að standast og við yrðum auðvitað að vita það hvað við höfum í höndunum áður en við förum lengra með verkefnið. Og þess vegna var auðvitað farið í þessa endurskoðun. Og getum við treyst henni? Ég tel að núna erum við komin á þann stað að við erum með betri áætlanir. Það er búið að vinna þessa vinnu, þetta eru betri vinnubrögð og frekari greiningar á bakvið þessar áætlanir. En þessi vinnubrögð eru auðvitað óásættanleg og þetta á ekki bara við samgöngusáttmálann. Þetta á við bara almennt opinberar framkvæmdir. Og ég sem kjörum fulltrúi sem að standa sannanlega vörð peninga skattgreiðenda finnst auðvitað óásættanlegt að horfa upp á það hvernig áætlanir eru svona að bara bólna út eftir að það nánast bara daginn eftir að það er búið að samþykkja. En þér fannst samt ásættanlegt að undirrita samning sem hafði tvöfaldast á einu ári eða 2 árum? Já, ég er bæjarstjóri Kópavogs og mitt hlutverk er fyrst og fremst að standa vörð hagsmuni Kópavogsbúa. Ég vil að Kópavogsbúar geti farið úr og í vinnu, í skóla eða í nærliggjandi sveitafélög án þess að vera föst í umferð. Það er allir sammála það. Ég hef ekki, Stefán, nú ætla ég aðeins að fá að svara, ég hef ekki heyrt einhvern stíga fram með hagkvæmari lausn, raunhæfari lausnir eða sem er hægt að leysa á skemmri tíma til að leysa þennan umferðarvanda. Og það er mikilvægt að hafa í huga vegna þess að hér er verið að ræða samgöngusáttmálann. Hann er ekki bara borgarlínan. Hann snýst svo miklu meira. Við erum að tryggja það, höfuðborgarbúar, að við munum fá 14 milljarða á hverju einasta ári í uppbyggingu á stoppvegum, göng- og hjólastígum og til að bæta þjónustu strætó. Til að setja þetta aðeins í samhengi, þá er þetta þriðjungur að heildarfjárfestingum sem ríkissjóður ætlar að gera í samgönguáætlun sinni á landsvísu. Þannig að þegar 2/3 hlutar íbúa búa á höfuðborgarsvæðinu og þetta er þriðjungur af því sem á að setja í samgöngur á landinu öllu, þá held ég að ég get ekki sagt að það sé of mikið. Forsætisráðherrann og flokkur þín eru reynda mjög duglega að tala hlutföll þegar það kemur að ríkisfjármálum og útgjöldum heimilanna og fyrirtækjanna í landinu og þetta er auðvitað ein æfingin í þeim efnum. Það breytir ekki því að samningurinn hefur tvöfaldast á þessum skamma tíma. Og Davíð, Ásdís, hún gagnrýnir segir að þessi vinnubrögð séu óásættanleg. Það er eitthvað verulega mikið er það ekki þegar að samningurinn fer úr 160 milljörðum í 311 og að teknu tilliti reynda til verðlagsbreytingar frá 2019, þá er þetta 40% hækkun þar, en það skýrir bara aðeins lítinn hluta að þessari geigvænlegu hækkun. Já, sko, þessi 160 milljarðar tala er raun bara, þá reiknum við bara það út hvað 120 milljarðar voru 2019, það voru þeir 160 milljarðar fyrra. Þannig að það er ekki rétt að tala um að þetta hafi tvöfaldast á einu ári. Þetta er núna í fyrsta sinn sem er verið að uppfæra allar heildaráætlunina. Þannig að við getum borið saman þá sem voru þá 170, eru cirka 170 milljarðar í dag, það sem voru 120 við þessa tölu 311. Þannig að þetta er á 5 árum. Þetta eru 150 milljarðar. Á 5 árum er þetta að tæplega tvöfaldast að teknu tilliti til verðlags og skýringarnar á því má skipta þessi, heildarskýringin má skipta í þrennt. Það er fyrsta lagi verðlagið sem er þá skýrir 50 milljarðar af þessu. Það er bara verðlag að hækka mjög mikið eins og hver einasti Íslendingur finnur fyrir og það er að hækka meira í verklegum framkvæmdum heldur en almennt. 40% það sem er búið að birta opinberlega. Í öðru lagi er það svo að þegar að menn gera sáttmálann 2019 þá voru menn að koma út úr framkvæmdastoppi. Langflest þessi verkefni voru algjörum byrjunarrit og þegar staðan er þannig þá vita menn auðvitað miklu minna hvað þetta kostar raunverulega. Áætlanirnar eru miklu óljósari því að gera áætlun fyrir svona bara afleiðing af hönnunarferli og hönnunarferli á svona stoppiðaverkefnum borgarlínu tekur mörg ár. Kostnaðarverkfræðingar, svo kallaðir, þeir fara yfir þetta og þeir hafa birt í skýrslunni sem að þeir gáfuð út yfir skýrslunni, sveitarfélögin og betri samgöngur, kemur fram að það eru menn að vega og meta svona bilið sem að getur verið í kostnaði við áætlanir eða fyrirætlanir þessu tagi. Er einhver þeirra framkvæmda
sem að lagt á ráðin með núna og við sjáum nú svona grófa teikningu af hérna fyrir aftan okkur. Einhver þessara framkvæmda sem hefur reynst ódýrari að teknu tilliti til verðlags í gegnum þetta ferli? Þetta er bara góð spurning og dregur með þriðja punkturinn. Þriðji punkturinn sá hvað varðar munin á þessum áætlunum og upphaflegum áætlunum sá að núna verið að gera þetta eftir alþjóðlega viðurkenndir aðferðafræði, þessar áætlanir. Þær eru áhættugreindar og settar upp og þessar tölur sem eru birtar í sáttmálanum svokölluð P50 gildi. Það þýðir að það áhættugreint þannig að það séu 50% líkur á því að áætlunum verði yfir og 50% að verði undir. Þannig núna erum við komið 0 punkt til að meta þetta út frá það. Þannig önnur hver framkvæmd ætti að vera undir áætlun, miðað við þetta. Það segja fræðin. Því trúir þetta enginn, en spurningin og önnur spurningu þetta í tengslum við þetta, af hverju var þessi alþjóðlegi staðall ekki notaður í upphafi þegar menn voru að tala framkvæmd upp á annað 100 milljarða. Já, það á ég að svara því. En já, fyrst spurningin svo svaraðir ekki og það var það einhver þessara framkvæmda sem lagt á ráðið með núna, sem að í núverandi áætlunum að teknu tilliti til verðlags ódýrari heldur en þið gerðu ráð fyrir þá. Eins og ég segi, fyrstu stofnbyggjaframkvæmdirnar, ein þeirra var undir áætlunum, það eru af 10 stofnbyggjaframkvæmdum, 3 búnar, 1 í fullum gangi. Eins og ég segi, við erum núna með ákveðin 0 punkt. Það erfitt að meta þetta út frá áætlunum upphaflega því þær voru ekki settar fram með sambærilegum hætti. Og hver ástæðan fyrir því þetta gert fyrir tíma áður en að Betri samgöngur voru stofnaðar. En ég get ekki betur síðan þetta hefur bara verið gert í samræmi með almennt verklag í opinberum framkvæmdum á þeim tíma og ég held að sé reyndar ennþá víða notað og ég vonast til þess að við séum svona að sjá önnur vinnubrögð í þessu að það sé núna verið að nota þessa alþjóðlega viðurkenndu aðferðafræði við áætlanagerð. Það sem verið gert í þessum sáttmála og vonandi verið gert bara í öllum opinberum framkvæmdum. Við sjáum Hornafjarðarfljótið, við sjáum núna þetta verkefni með fangelsið á Stórahrauni sem að tvöfaldast á örfáum mánuðum. Ég held að almenningur í Íslandi trúi ekki orði af því það að þetta muni kosta 311 milljarða og núna þetta verðlagi miða við þessi svör. Það að segja að þetta hefur allt reynst miklu dýrara, menn hafa verið leiddir inn í verkefni á þeim forsendum að þetta kostaði 120 og svo 160 milljarða, en svo er veruleikinn bara einhver allt annar. Má ég aðeins fá að bregðast við þessu? Af því að ég var að reyna að minna, ég held að vera í spursmálum þar sem að framkvæmdastjóri Vegagerðarinnar var í raun að viðurkenna það þurfi að bæta vinnubröðin snýra áætlunum. Þetta auðvitað algjörlega óásættanlegt hvernig opinbera framkvæmdir fara alltaf fram úr. Og við erum Landspítalinn átti að kosta 60 milljarða, kosta 200. Þetta auðvitað bara ekki í lagi. En það sem við erum að gera í þessari uppfærslu sem var eiginlega það sem var skýr krafa hjá eigendum að verkefnið þarf að vera beint og vera stýrt af eigendunum á eigendavettvangi. Staðreyndin svo að verkefnið var svolítið bæði hjá Vegagerðinni og hjá Betri samgöngum sem þýðir að eigendur höfðu ekki næga yfirsýn og höfðu ekki tæki og tól til að veita það aðhald sem þarf til að tryggja og bara horfa á og fylgja eftir framgangi verkefnisins. Ríkið eigandi Vegagerðarinnar og ríkið sá sem að kostar þetta 87% af þessu. Já, það breytir ekki því, Stefán, og við sveitarfélögum eigum ekki Vegagerðina. Og það bara staðreynd að stjórn Betri samgangna hefur ekki fengið nægar upplýsingar til að fylgja verkefninu nægilega vel eftir, sem og líka þingið, sjáðu. Auðvitað það hlutverk okkar kjörinna fulltrúa, sveitarstjórnarmanna sem og þingmanna að fylgja þessu vel eftir. Og ég tel með breyting á stjórnskipulagi orðið skýrara hver stýrir verkefninu, það orðið skýrt hver ber ábyrgð á verkefninu og þetta á einum og sama stað og nú það auðvitað ábyrgðarhluti okkar sem erum auðvitað að fjármagna þetta verkefni að fylgja þessu vel eftir. En finnst þér talandi ábyrgðina á þessu eigendunum, finnst þér það ásættanlegt til dæmis að hvernig að kynning á þessu máli var staðið innan sveitarstjórnanna áður en ákveðið var að undirrita uppfærðan sáttmála sem var tvöfalt dýrari, þingið sem að fer með fjárveitingavaldi sem á að borga brúsann að langmestu leyti, þeir kom alveg að fjöllum hengu, kynningu á þessum uppfærða sáttmála daginn áður en hann var kynntur. Þetta ekki mjög lýðræðislegt. Almenningur í landinu fekk bara kynningu á verkefninu þegar búið var að samþykkja það. Já, ég heyri nú ekki betur en að þetta var bara einskert árið 2019, en ég ætla ekki að verja það. En finnst þér það ásættanlega? Nei, vissulega hefði verið ásættanlegra ef við hefðum getað kynnt þetta fyrr og farið vel yfir þetta, en ég hef hins vegar bara... Hvað kom í veg fyrir það? Já, leiðum mér nú að svara fyrir hönd Kópavogsbæjar, að ég hef upplýst samt sem áður mína bæjarfulltrúa framgang verkefnisins, hvernig gengur í endurskoðuninu þannig að auðvitað allt í trúnaði. Þannig ég stóð að mínu mati mína plikt og ég hélt mínu fólki upplýstum. En núna voru greidd atkvæði uppfærðan sáttmála í bæjarstjórn? Það verður svo sannarlega. Við erum núna að taka 2 umræður í bæjarráði, þar sem við erum að fara yfir bara samgöngusáttmálum, fá kynningu á honum og umræður
og svo munum við taka þetta fyrir í bæjarstjórn og reyndar munum við taka þetta fyrir á 2 fundum. En hvað bæjarstjórnin samþykkir þetta ekki? Að sjálfsögðu verður, fyrir ekki að heila klára, að sjálfsögðu verður kosið samgöngusáttmálann og það muni auðvitað vera gert í öllum sveitarfélögunum sem og á þingi. En hefði ekki, Davíð, bara svona út frá lýðræðissjónarmiðum, hefði ekki verið rétt að það hefði bara verið haldin atkvæðagreiðsla á höfuðborgarsvæðinu þessar aðgerðir innan hvers sveitarfélags? Ekki síst í ljósið þess að menn bara undirrita sáttmálann og segja við borgarbúa og bæjarbúa í bæjunum, já, þetta niðurstaðan, við ætlum að eyða 311 milljörðum í þetta verkefni. Þetta svona pólitísk spurning sem ég ætla ekki að svara hvernig menn vilja ákveða þetta, en þetta hefur verið unni núna, þessi uppfærsla. Það í sjálfu sér ekkit mikil tíðindi hvað varðar verkefnin. Þetta eru sömu verkefnin nokkurn veginn og voru í upphaflegum sáttmála. Þannig að það er ekkit að fara með djúpt í kynningu á því. Þetta er búið að liggja fyrir síðan 2019. Það er fyrst og fremst verið að uppfæra áætlanir og breyta þess straumlinulega stjórnkerfið. Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur verið mjög involverið í þetta sem allir sveitarstjórnir sitja, en svo það bara hvers og eins þeirra ábyrgð að upplýsa sína bæjarstjórn og eins og Ásdís fór yfir og hún hefur gert. Þannig að það er erfitt að svara fyrir það, en bæjarstjórnir skrifa undir þetta með fyrirvarum samþykki sinna sveitarstjórnar. Þannig að þetta er núna í lýðræðislegu ferli og rækilegum kynningum. Við erum búin að fara, má segja, rótsjó höfuðborgarsvæðið, hitta allar sveitarstjórnir, öll bæjaráð og borgaráð og fara í rækilegar kynningar. Það er vantilega að nota almenningssamgöngur í þessu rótsjói. Já, stundum. En segðu mér eitt með, ef að eitt sveitarfélag, segjum að Seltjarnarnes eða Mosfellsbær eða Hafnarfjörður eða Garðabær myndu ekki samþykkja þetta eða gera gríðarlega fyrirvara, hvaða prósess fer í gang þá? Mér finnst það mjög ólíklegt að það gerist. Það er það víðtæk pólitísk breið samstaða bak við þetta. Það er nánast allir flokkar á Íslandi sem eru þátttakendur í þessum meirihlutum sem eru að nema Miðflokkurinn. Þetta er hvergi í bæjarstjórn eða sveitarstjórn á höfuðborgarsvæðinu. Þannig mér finnst það mjög ólíklegt að það gerist, en ef svo ólíklega vill til að það gerist, þá þurfa bara eigendurnir að setjast niður sem er ríkið og þá hinn 5 sveitarfélögin, ef við snúum þessu þannig, og meta hvað þau vilja gera. En við megum ekki gleyma því samt að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu er ekki eyjur, ótengdar eyjur. Þetta er bara eitt samgöngukerfi. Þannig að það er ekki hægt, menn get ekki bara sest niður og spurt hvað er ég að fá í mitt sveitarfélag. Menn verða að skoða þetta út frá heildarkerfinu. Og ef við skoðum þessa kostnaðar-ábatagreiningu sem var gerð á sáttmálanum, hún sýnir það að fyrir hverja krónu sem fer í sáttmálan þá skilar 3,5 tilbaka fyrir samfélagið. Ég held að væri ábyrgðarhluti að ætla sér að sleppa þessum ávinningi og bara og hvað ætla menn þá að gera? Ef menn ætla ekki að fara í þetta, hvað ætla menn þá að gera? Ætla menn ekki að fjárfesta neitt í samgöngum? Menn eru líka búin að reikna það út með því að greiða, eða íslenskir skattgreiðendur greiði laun Jodie Foster í einhverju bandarískri þáttaröð og þá komið það 6,5 sinnum aftur inn í hagkerfið, sko. Ég veit ekki hvernig það var reiknað, en þetta er gert með kostnaðar-ábatagreiningu af þessu tagi, sko. Ég efast að sé sama aðferðafræði. Þessi aðferðafræði er viðurkennd af Alþjóðabankanum og Evrópusambandinu og notað í öllum okkar nágrannalöndum og var notuð líka til þess að nákvæmlega sama aðferðafræði, til þess að meta Sundabraut og hefur verið hampað í leiðurum Morgunblaðsins hvað að þessi mikli ábati sem er á Sundabraut sem komið á nákvæmlega sem aðferðafræðinni. Þannig ef Morgunblaðið er ósammála að þessu, þá er hann komin í þessu. Þessu er ekki hér, þannig að við erum að ræða það sérstaklega við þá. En þetta eru 1200 milljarðar sem ábatagreiningin segir að fáist út úr þessu heildarverkefni. Í Morgunblaðinu í morgun fyrrnefndu steig fram samgönguverkfræðingur sem við fjalla mikið um þessi mál sem heitir Þóran Hjaltason og hann gagnrýnir þig nú harkalega fyrir að hafa hrokkið af teinunum í gagnrýni á... Ég meta það þannig. Já, einmitt. Hann segir, hann gagnrýnir það að menn birt ekki sundurleiðað ábatagreiningu fyrir samgöngusáttmálann í heild, allar vegabæturnar fyrir bæði almenningssamgöngur og einkabílinn og allt þetta og síðan borgarlínuna sérstaklega og hann verður að skrifa margar greinar um þessi mál. Hver er samfélagslegur ábati á borgarlínunni sem slíkri? Þetta er ekki rétt hjá honum, það fór fram sérstök kostnaðarábatagreining á fyrstu lóti borgarlínunar sem er langumfangsmesta framkvæmdin. Samfélagslegur ábati af henni er 25 milljarðar og skilar góðum ábata. Þetta var gert 2021 og liggur fyrir og menn geta séð á borgarlínan.is. En af borgarlínunni í heilsinni hefur verið gerð? Það hefur ekki verið gerð af borgarlínunni í heilsinni, það hefur verið gert af fyrstu lótunni sem er 40% af heildarfjárfestingunni og það hefur gert af sáttmálanum í heilsinni. Já, af hverju, þetta er bara kostnaðarsamt og flókið, kannski verður það gert en af hverju spyrðu ekki kostnaðarábatagreiningu af Arnarnesvegi eða Bústaðavegi eða Sæbrautarstokki og svo framvegis. Það
hægt að fara í hver einustu framkvæmd og gera kostnaðarábatagreiningu ef menn vilja það, en það bara, menn þurfa að gera sér grein fyrir því að það er kostnaðarsamt. Já, menn deila ekki það að það þurfi að koma á betri samgöngu fyrir einkabílinn eins og menn sitja þessar stöppu hér á hverju mótni og hverju síðdegi. Borgarlínan er einmitt til þess að greiða líka fyrst og fremst fyrir einkabílana. Það er léttir alveg rétt, en maður hefði haldið að menn vildu hafa skýra sína á það hvað út frá ólíkum valkostum við uppbyggingu borgarlínunar hvaða ábata það myndi skila. Nú virðast menn þá vera í myrkri með 60% hluta af þeirri. Menn er ekki myrkri þegar við erum með kostnaðarábatagreiningu fyrir sjálfsmálinu í heilsinni, þar á meðal borgarlínuna. Og þetta er algjörlega nýtt á Íslandi þetta sé gert. Þetta hefur gert fyrir Sundabraut, fyrir fyrstu borgarlínunar og núna fyrir samgöngusáttmálann. Þetta eru einu kostnaðarábatagreiningar sem hefur gerðar með þessum hætti fyrir samgönguframkvæmdir. Og ég bara reikna þá með að Morgunblaðið kalli eftir þessu fyrir Hornafjarðarfljót og fyrir Ölfusárbrú og fyrir eitt og annað líka. Þú ert mjög upptekinn á Morgunblaðið, það skiptir ekki máli í þessu sambandi. Ég er bara að reyna að velta fyrir mér af því að ég held að fólk hljóti að spyrja hver er ábatinn af borgarlínunni sem að verður mikil áhersla lögð á og reyndar að því að virðist allt gert til að láta fólk nota umfram aðra samgöngukosti að menn fái skýr svör við því hvað þetta kostar. En Stefán, það er ekki alveg rétt að samgöngusáttmálinn snúist fyrst og fremst og bara borgarlínuna. Hver sagði það? Já, þú varst nú næstum því að segja það hér, fannst mér, en en við verðum að hafa í huga að rúmlega helmingur af samgöngusáttmálunum fyrir uppbyggingu stoppvega, göngu og hjólastíga. Og talandi ábatagreiningu að þá hefur auðvitað Fossvogsbrúin verið í umræðinni og verið gagnrýnd sannarlega fyrir það að kostnaðaráætlanir hafi alls ekki staðist og langt umfram það sem upphaflega var gert ráð fyrir. Reynda var þá gert ráð fyrir að brúin yrði minni og ekki eins breið. Og eru aðeins ætluð 12% vegfarenda? Já, en það er nefnilega talandi ábatagreiningar að þá er verið að bera saman Fossvogsbrú við Þorskafjarðarbrú. Kostnaðurinn á Fossvogsbrú er 15% hærri per fermeter heldur en á Þorskafjarðarbrú. Sannarlega dýrari en 15% hærri. Já, það er gert ráð fyrir því að 10.000 manns munu fara yfir Fossvogsbrú á hverjum einasta degi. Það er gert ráð fyrir að 300 manns munu fara yfir Þorskafjarðarbrú á hverjum einasta degi. Munurinn þar á er að það er rúmlega 33 sinnum fleiri sem munu ferðast og fara í gegnum Fossvogsbrú með áætlanir heldur en í Þorskafjarðarbrú. Þetta er líka eitthvað sem við þurfum auðvitað að bera saman. Ég vil ekki stilla þessu upp þannig þessi höfuðborgarsvæðið eða landsbyggðina annars vegar. En víst við erum að ræða þetta, þá þurfum við líka að ræða þetta á þessum forsendum. Og brúin sjálf er gríðarleg samgöngubót, ekki bara fyrir Kópavogsbúa, heldur líka fyrir Hafnarfjörð og Garðabæ. Þetta er auðvitað mikilvæg tengingin á stærstu vinnustæði landsins, framhaldsskóla, háskóla og svo framvegis. Þannig að eitt er sko að rýna í kostnaðinn og segja, já, við höfuðborgarsvæðið er að fá allt og mikið samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja að kostnaðurinn er allt og mikill. Já, við þurfum þá líka að bera þetta saman við hvað er að gerast út á landsbyggðinni. Þannig að mér finnst ekki tækt að vera alltaf bara horfið út frá kostnaðinum. Við verðum að hafa einhver ákveðna framtíðarsýn. Hvers konar samfélag viljum við byggja upp? Af því þú nefnir greinina sem var að birtast í Morgunblaðinu í morgun. Sem bæjarstjóri Kópavogs hugnast mér ekki að fjölga bara akreinum. Ég vil bjóða upp á fjölbreytta valkosti fyrir alla. Það er ekki hlutverk kjörinna fulltrúa að segja fólki hvernig þau eiga að koma sér til og frá vinnu. Það er hlutverk okkar að byggja upp byggð, fjölbreytta byggð sem og fjölbreytta valkosti í samgöngumálum. Og það er það sem við erum að gera. En það hefur ekki verið gert. Við erum að gera það. Það hefur ekki verið gert. Frá 2012 hefur verið framkvæmda bann á höfuðborgarsvæðinu og milljörðum á milljarð ofan verið dælt inn í strætó sem að skilar botnlausu tapi, aka á eldsbúandi skriðdrekum hér eftir göttunum sem að allt of fáir nota og ekki hefur tekist að hífa þetta upp. Þannig að það er ekki þannig að stjórnvöld og meðal annars bærinn þinn hafi verið að ýta í þá átt á sama tíma og menn hafa dælt peningum í strætó og hafa menn þrengt götur, Snorrabraut, Borgartún, Grensásveg, Lynghá og hvað þessar götur allar heita. Einmitt, mjög gott dæmi, þetta er allt í Reykjavík. Já. Þetta er skipulagsmál í Reykjavík. Þú getur ekki sagt að við berum ábyrgð á því hvernig skipulaginu er háttað í Reykjavík. Þið eru að vinna saman að þessum samgöngumálum. Þið eru með sameiginleg vaxtarmörk í sambandi við uppbyggingu byggðarinnar. Sem við þurfum svo sannarlega að breyta ef við ætlum að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði. Hefur þú fullvissu fyrir því að yfirvöld í Reykjavík mun ekki halda áfram að þrengja götur og skerða aðgengi einkabílsins að vegakerfinu á meðan að þessu stóra verkefni stendur? En Stefán, þá myndi ég nú halda borgarbúar myndu nú bara kjósa það í næstu kosningum. Ef að þá endalaust að fara að þrengja
lengi af borgarbúum, þá hljóta nú borgarbúar að mæta á kjörstað og kjósa þá einhvern annan meirihluta. Það búið að vera að þrengja. Ég vil aðeins bregðast við með strætó. Af því að það var eitt af því sem ég sá frá upphafi þegar ég steig inn og fór að kynna með þessi mál sem bæjarstjóri, að sveitarfélög myndu aldrei sjá ein að reka borgarlínuna. Svona hágæða almenningssamgöngur geta sveitarfélögin ekki ein rekið. Og það líka það sem stóra breytingin í þessu er að með aðkomi ríkisins erum við auðvitað að fara að bæta þjónustu strætó strax núna í janúar 2025 og svo mun við munum semja með ríkið hærra hlutfall áður en að borgarlínan fer í gagnið. Ríkið að fara að taka að sér rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Samflokksmaður þegar Vilhjálmur Árnason, ritari Sjálfstæðisflokksins, hann setti þessi skilyrði fyrir samþykki samgöngusáttmálans áður að ríkið yrði ekki tengt inn í þá hít sem að Strætó BS og þessi rekstur allur á almenningssamgöngukerfinu sjálfu er. Algjörlega. Er það ekki bitlingur sem þið fáið fyrir að samþykkja þetta í Kópavogi og Hafnarfirði og Garðabæ? Alls ekki. Ég horfi á þetta. Hagsmunir höfuðborgarbúa eru að við tryggjum að við fáum fjármagn til uppbyggingu stofnvega, göng- og hjólastíga og til að bæta þjónustu strætó. Hagsmunir ykkar eru þeir að fólkið á Akureyri og Raufarhöfn og Egilsstöðum og Höfn í Hornafirði, það borgir ekstra kostnaðinn af borgarlínunni. Borgir ekstra kostnaðinn af borgarlínunni? Já, það er það sem þetta er náttúrulega bara það sem tíðkast líka erlendis, þú ert með hágæða almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. En ég ætla aðeins að bregðast við þessu. Vilhjálmur var með þetta sem skilyrði. Já, ég var líka með skilyrði að við myndum taka þátt í samgöngusáttmálanum, þá myndi ekki koma til greina að sveitarfélögin ein myndi reka hágæða almenningssamgöngur. Og það var alveg skilyrði fyrir aðkomu okkar að þessum sáttmála. Þannig að ritari flokksins hefur orðið undir í ágreiningi milli ykkar. Ég ætla nú ekki að fara að tala eitthvað svona, það ekki augljóst? Samflokksfélaga mína, en ég vil aðeins með þjónustu strætó. Þetta var svo góð punktur á það, nú er strætó bara fastur í umferðinu og kemst ekkert. Tómur segir, ég er ekki sammála, ég sé það að hann er sem betur fyrir fullur af framhaldsskólanemum á mótnana og nú eru börnin mín að byrja í framhaldsskóla og fyrstu vikuna sem þau byrja í framhaldsskóla þau auðvitað taka strætó hverjum einasta degi og samviskusamlega mæta á réttum tíma á stoppistöðuna til að mæta ekki of seint í skólan. Já, fyrstu vikuna, fyrsti dagurinn mætti strætó ekki af því að hann var fastur í umferð. Nú hina vikuna þá kom hann allt of seint af því að hann var fastur í umferð. Þetta er auðvitað bara þjónusta sem við getum ekki boðið upp á og af hverju erum við þá að fara aðra leið með því að vera með þessa sérrein. Það er vegna þess að við verðum að tryggja tíðni almenningssamgangna, verðum að tryggja það að þeir sem eru að nota þessa almenningssamgöngur geti treyst því að strætó mæti á réttum tíma og skili fólk á réttum tíma á þann áfangastað sem og líka þau séu þá ekki föst í umferð. En má ég aðeins varðandi bara aðkomið þessu opera að almenningssamgöngum. Í öllum löndum sem við berum okkur saman við kemur hið opera að almenningssamgöngum, fjármögnun almenningssamgöngna í borgum. Hafa gert það síðan 2012. Já, og það er ekki bara á höfuðborgarsvæðinu sem að ríkið er að setja pening í almenningssamgöngur. Það er að fjármagna heilmiklar almenningssamgöngur víða land. Það er verið að keyra strætisvagna víða landið. Það eru ferjusiglingar á allavega 2 eða 3 stöðum sem ég man eftir og jafnvel fleirum. Loftbrúin, þetta eru almenningssamgöngur, þetta er flokka sem almenningssamgöngur í bókhaldi ríkisins og ég held að með höfðatölu sé ríkið ennþá að setja meiri pening í almenningssamgöngur út á landi heldur en Já, munurinn á þessu og siglingunum er að fólk kemst á milli staða í siglingunum og í loftbrúnni en það sem að menn hafa gert hér frá 2012 og það er þess vegna sem að sporin hræða að menn hafa sett milljarð á ári og það hefur nú verið svo uppfærð frá 2012 og markmiðið var að fjölga notendur strætó úr 4% í 8%. Hvernig hefur það gengið? Það var ekki gengið. Var það markmiðið? Það var markmiðið. Okay, það hefur ekki gengið. En Stefán, af hverju gekk það ekki? Það er að því að strætó er fastur umferð. Og hvað erum við að fara að gera núna? Við erum að fara að búa til almenningssamgöngur þannig að þau geti komist til og frá án þess að vera föst í umferð. Það er það sem við þurfum að gera. Nú er bara eitt dæmi sem ég var að velta fyrir mig. Nú hefur þú gert drastískar og umdeildar breytingar á leikskólakerfinu í Kópavogi. Það sem að fólk er með skýrt afmarkaðri tíma, fólk þarf að koma fyrir á daginn og sækja börnin sín og þar hann hundur götunum og skólinn lokað fyrr með ýmsum góðum árangri. En hefur einhver að trúa því að vinnandi fólk með börn í leikskóla sem þarf að skutla og sækja í skóla, koma börnum á íþróttaæfingar og þar höndu götunum, munu dröslast í almenningssamgöngukerfinu við að leysa úr þessum málum? Hefur trúa því að þetta verði raunverulegu valkostur fyrir þetta fólk?
Ekkert endilega fyrir ákveðin hóp, ekki endilega fyrir þennan hóp sem þarf einmitt að sækja og leikskóla eða fara í búðarleiðinni heim úr vinnu og svo framvegis. En það líka aðrir hópar og þetta snýst það að við séum að bjóða upp á valkosti. Og við erum ekki bara að fara að fjárfesta í borgarlínunni, við erum líka að fara að liðka fyrir umferð, fyrir einmitt einkabílinn. Sem og líka fyrir þá sem eru hjólandi eða gangandi. Þannig að barnafólki mun þá að þínum að þið velja einkabílinn fremur miðað við þessa fórsendur. Þú getur ekki alhæft það að allt barnafólk muni ferðast með einkabíl. Það verður auðvitað bara hver og einn að meta. Það líka skiptir máli hvar þú býrð á höfuðborgarsvæðinu. Ertu nálægt samgöngás eða ekki? Ertu nálægt þeirri þjónustu sem þú þarft að sækja fyrir og eftir vinnu og leikskóla og svo framvegis. Þannig að þetta bara að mínum mati finnst mér umræðan og mikið snúast það, annarkvort ertu á móti borgarlínunni eða þú elskar hana. Og ég held Þið stillið þannig upp. Það má ekki... Nei, ég ætla bara að segja þér nákvæmlega eins og þetta er. Ég held að vel flestir höfuðborgarbúar eru bara svona bæði og. Það frábært ef einhverju nota borgarlínuna, það frábært ef einhverju ætla að keyra í vinnuna og það frábært ef einhverju ætla að hjóla. En líka frábært ef einhver annar borgar fyrir hana, það ekki? Jú, en Stefán, við verðum líka að ræða þetta í hver lausnin, hvað annað eigum við þá að gera. Ég hef skoðað aðrar tillögur sem hafa komið fram og ég bara ekki sannfærð það að þetta sé töfra lausnin við þessum umferð að vanda. En ertu ekki sannfærð að umferðin á höfuðborgarsvæðinu væri í allt annari stöðu ef að menn hefðu fjárfest í samgöngu mannvirkjum frá 2012 sem að ekki hefur verið gert? Og hver tók þá ákvörðun? Voru það ekki stjórnvöld? Það var tekin ákvörðun það að frysta allar samgöngu framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Það gríðarleg innviðaskuld búin að safnast upp og nú erum við að tryggja það að fram til ársins 2040 erum við að fara að fjárfesta á hverju einasta ári 10 milljarða til að koma eða vinna upp þessa innviðaskuld. Þangað til setjum við först í umferðinni. Davíð, mér langar til að spyrja þig út í borgarlínuna. Hver verður ekstra kostnaðurinn á þessu batteri? Því að ef ég skildi rétt að þá verður borgarlínan rekin sem þetta stoppvegakerfi en svo verður í raun og veru annað strætókerfi eða einhvers konar sem að fæðir inn á þetta úr hverfuna þar sem að fólk ekki 400 metra eða nær stoppustöðunum. Hlutverk okkar hjá Betri samgöngum að búa til innviðina en ekki annars reksturinn. Þannig að það er kannski betra að beina rekstrarspurningunum til Ásdísar sem eins af eigandum Strætó. En jú, borgarlínan verður megin almenningssamgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins og verður rekið með Strætó þannig að Strætó verði svona secondary kerfi, ef má segja það á slæmri íslensku, sem að fer inn í hverfin og fóðrar stoppi borgarlínu eins og sjá bara á kortinu sem eru með fyrir aftan ykkur. Þá þessar þykkulínur kerfið borgarlínunar og svo verður til hliðar við það strætókerfi en það verður minna í sniðum en það í dag. Það Strætó hefur verið að breyta sínu kerfi og rauninni búið að skilgreina ákveðnar stofnleiðir sem munu síðan breytast í borgarlínuna. Þannig að það sem verið að gera núna í Strætó verður minna í viðum að þessu leyti. Hver verður rekstrarkostnaðurinn á borgarlínunni? Á hvað ári? Já, bara þegar þetta byrjar. Þetta svona bara, ég reiknaði út á sínum tíma þegar borgarlínan verður komið í gagni og það var án aðkomu ríkisins. Ég varð að reikna út hvort að við hefum yfir höfuð efna á því að reikja þetta inn. Og þá reiknaðist mér til miðað við þær sviðsmyndir sem lágu fyrir á sínum tíma að mögulega myndi kostnaður Kópavogsbæjar 2 eða 3-faldast. Þannig að þetta er dýrara. Hver er kostnaðurinn í dag? Kostnaður í dag hjá Kópavogsbæ við erum að borga hver einst ári í kringum 800 milljónir. En ríkið að koma 33% inn strax á næsta ári og svo munum við auðvitað ræða hlutfall ríkisins áður en borgarlína fyrir gagni og það þá sem að rekstrarkostnaðurinn mun hækka að minnstakosti til að byrja með. Auðvitað þetta, við erum að segja það að við þurfum að hugsa svolítið öðru sig hvernig við horfum á almenningssamgöngur. Í dag þetta kannski, fólk horfir á Strætó í dag, fastur umferð, þetta ekki valkosti fyrir mig. Og það þetta sem við erum að vonast til að muni breytast, að það muni fleiri og fleiri samfara bættri þjónustu, sjá hag sinn í því að frekar en að sitja umferð að þá muni þau hoppa upp í Strætó. Þið ætla að verja 311 milljörðum í uppbyggingu á samgönguinnviðum í bænum, að þið vonist eftir því að fólk nýti Strætó meira. Það ekki rétt. Þessi 311 milljarðar, Stefán, rífilega helmingurinn af því í uppbyggingu á stoppvegum, göngu og hjólastígum. Þú ert að segja að þið vonist eftir því að fólk fara að nota Strætó. Já, við erum auðvitað að sjálfsögðu við værum ekki að fara í þessar
fjárfestingar að bæta þessa þjónustu nema við værum að vonast til þess að fleiri myndi nýta sér þessa þjónustu. Það er ekki bara von, það er bara reynslan í öllum öðrum löndum þar sem menn hafa eflt almenningssamgöngur og fólk notar það sem er gott og virkar vel. Fólk er bara skynsamt í eðli sínu. Menn eldu almenningssamgöngurnar 2012 með aukin innspýting og fjölguðu ferðum annað. Það jókst ekki. Við erum bara orðin, höfuðborgarsvæðið er bara orðin meðalstór norræn borg og við erum bara orðin of stór til þess að vera með hefðbundið strætisvagnakerfi eingöngu. Við þurfum að fara upp á þetta næsta skref sem er þessi hraðvagnar og séragreinum eins og borgarlínan. En eitt varðandi rekstrarkostnaður, þið hafið ekki alveg skýra mynd af því hvað þetta má kosta. Er til einhver algjörlega skýr mynd af því hver rekstrarkostnaður með þessu verður? Jú, við erum með þessar sviðsmyndir sem ég var að segja frá. Það eru sviðsmyndir sem hafa verið gerðar, hver kostnaðurinn er við að auka þjónustuna, auka tíðnina. Þannig að þetta er þreföldun til fjórföldun? Nei, ég sagði tvöföldun til þreföldun. Okay. En það er eitt í þessu varðandi, þegar við erum að ræða samgöngusáttmálann sem slíkur og einmitt líka að höfuðborgarsvæði hefur auðvitað vaxið. Þú ert að tala alltaf 2012. Guð minn almáttugur hvað forsendur hafa breyst fólksfjölgun á svæðinu. Og við fórum það var ákveðið að fresta öllum framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu. Jú, ríkið kom með lítilsháttar innspýtingu inn í strætó en það eru samt sem áður sveitarfélögum sem reka strætó. 1.000 milljónir á ári. Já, en það átti að vera verðtryggt sem var ekki, það er milljarður í dag. En það breytir þó ekki því að þetta er kannski tilraun sem mistókst. Það átti að bæta þjónustuna, auka tíðnina, strætó er fastur í umferðinni. Það er ekki hægt. Við verðum þess vegna, mér finnst þetta tilraun sem mistókst og þess vegna er verið að horfa á þetta með öðrum hætti, þar að segja til framtíðar og þetta að mínum mati bara framfarir í samgöngumálum. Umferðar og tafagjöld er eitt af því sem reyndar ekki alveg víst hvernig eigi að fjármagna þetta og margir óvissuð þetta varðandi Keldnaland og annað en það eru umferðar og tafagjöld sem að þingið ætlar að taka afstöðu til. Þessir aðilar eru búin að véla aukna skattheimtu án þess að fjárveitingavaldið og löggjafinn komi að því með þeim hætti. Það er ekki fyrir árið 2030 þannig að það er nægur tími fyrir Alþingi til þess að útkljá það. Umferðar og tafagjöldin það tala um þetta séu 13 milljarðar á ári sem að þurfi að minnsta kosti í því sambandi. Ég hef farið í svona eilitla útreikning á þessu. Ég get ekki betur séð en að þetta geti verið svona í kringum, ef við tölum með höfðatölu á höfuðborgarsvæðinu, svona 30.000 kall á meðalfjölskyldu á mánuði. Ég held að það sé algjörlega fjarri öllu lagi. Ég held að það sé miklu lægri tölur sem við verðum að tala um. Hvaða tölur? Það er bara algjörlega Alþingis að ákveða það, hvernig það verður útfært. En ef þetta eru 13 milljarðar, hvað er þetta mikið á hverju fjölskyldu? Á hverja fjölskyldu? Ég hef ekki reiknað það, en það er miklu eðlilegra bara að reikna þetta per ferð til dæmis. Það er miklu einfaldara. Hvað er þetta á per ferð? Ég ímynda mér þetta séu svona örfáir hundrakallar per ferð inn og út af einhverju skilgreindu svæði eins og þetta er útfært í Svíþjóð, Noregi, Bretlandi, þá skilgreinir menn eitthvað miðsvæði í borgum og svo er borgað þegar menn keyra inn eða út af því svæði. Ég held að þetta væri kannski sambarlegt það að leggja í miðbænum í klukkutíma eða eitthvað svoleiðis, myndi ég giska á. Þetta eru ekki einhverjar skriðarlega háa tölur. En ef þú miðar við höfðatöluna og 13 milljarða, þá er þetta 1000 kall á dag fyrir meðalfjölskyldu, kannski aðeins undir því, segjum 1000 kall, þá er það 30.000 kall á mánuði. Þetta er aukin skattheimta sem að þú ert að leggja til ástís. Það er nú vinsælt í þínu flokki. Þetta er ekki aukin skattheimta því að ef að ríkið leggur ekki þessu gjöld á það þarf að fjármagna þetta með einhverjum öðrum hætti þá bara beint af fjárlögum. Það er miklu sanngjarnara að fólk sem notar samgöngumannvirkin greiði fyrir notkun þeirra, fólk sem veldur umferðartöfum greiði fyrir þær umferðartöfum því umferðartafir eru mjög kostnaðarsamar fyrir allt samfélagið. Ríkissjóður er ekki með tapið, hann auðvitað skrúfa bara upp í skattheimtunni til þess að taka ný verkefni af þessu tagi. Svo er verið að tala með bílastæðagjöld, taka bílastæðagjöld vitt og breytt svæðið. Í þessari nýju áfangaskýrslu þá er bara að tala fjálglega það að það fer bara eftir hversu hátt þú skrúfar verðið, hversu mjög þú þurfa að pína fólk til þess að hætta að nota einkabílinn. Þetta er allt bara eintóm skattheimta. Já, en ég held samt sem áður að við þurfum auðvitað bara að horfa heilstætt á það hvernig við erum að fjármagna vegakerfið. Ég mun gagnrýna það ef að höfuðborgarbúar einir eiga að fara að borga fyrir uppbyggingu á sínu vegakerfi en landsbyggðin ekki. Við þurfum auðvitað að horfa á þetta bara á landsvísu. Hvernig ætlum við að fjármagna vegakerfið okkar? Ég held að við séum öll sammála því að það er ekki gott ásigkomulag á vegunum í dag. Þannig að með einhverjum hætti þurfum við auðvitað að fara í framkvæmdir og við þurfum að greiða það með einhverjum hætti og mér finnst sanngjarnara út og þú kallar skattheimtu, nei, ég vil freka líta á þetta þannig að þú ert að greiða fyrir notkunina og við eigum ekki bara að horfa á þetta út frá höfuðborgarsvæðinu, heldur líka bara á landinu öllu.
En hvað ef þetta er 30 skall á fjölskyldu? En þá líka þurfum við auðvitað að lækka skatta á öðrum vegsköttum sem við erum með í dag. Það er ekki hægt að hafa áfram sömu gjöldin og svo leggja þetta til viðbótar. Ég held að flesti líti nú á hugmyndir skattalækkanir sem lélega brandara í dag. Já, en Stefán, það er bara svo mikilvægt, sko, þú ert hér að ræða eins og við séum að leggja til gríðarlega skattahækkana sem ég er ekki sammála. Við erum að leggja til aukin gjöld á almenningi í landinu. Já, þetta er ríkið sem mun gera þetta. Þetta er fjármögnunar hluti ríkisins, höldum því til haga. Þetta er samningur á milli ykkar. En það breytir þó ekki því að þetta auðvitað mun hafa áhrif á Kópavogsbúa. En aftur vil ég ítreka það, ég tel að hagsmunum Kópavogsbúa og höfuðborgarsvæðisins er betur borgið að hér sé uppbygging á almenningssamgöngum, uppbygging á stoppvegum, göng- og hjólastígum, þannig að við komumst til og frá vinnu. Staðan er óásættanleita, það er allir sammála því, en þetta kostar. Og við þurfum að greiða fyrir það, og með hvað hætti alltaf að greiða fyrir það? Er það ekki sanngjarnt að þeir sem eru að nota þessa vegi, þeir sem nota þessa samgöngum munu greiða fyrir það með einhverjum hætti? En að sjálfsögðu þurfum við að tryggja það að við erum að lækka álögur á móti á sama tíma. Já, þetta fólk sem er að fara að nota vegina í einkabílnum og borga fyrir þetta með umferð- og tafagjöldum er líka að fara að borga fyrir borgarlínuna í gegnum skattheimtuna. Þannig að ég er ekki viss um að því fólki þyki það sanngjarnt. Það myndi þá halda að fólki sem að nota borgarlínuna þetta borga fyrir hana, en það fólk á aðeins að borga 40% af rekstrakostnaði hennar. Já, en sjáðu aftur, en þeir sem eru í bílnum og eru fastur í umferðinni, það þarf líka að spyrja, viltu borga fyrir að fá greiðari og skilvirkari samgöngur, heilt yfir, komast fyrr á áfangastað eða ekki? Þannig að hann á að borga fyrir einkabílinn sinn og hann á að borga hinum fyrir að taka borgarlínuna. Nei, það mun auðvitað þau greiðir fyrir, já þetta eru valkostir. Hann á að borga 60% af kostnaði borgarlínu. Þá hlýtur það þá að vera val hvers og eins, viltu þá taka strætó? Já, en það er nú ekki vinsælt í pólitík að velja að stytta út tveimur algjörlega óaðgengilegum kostum. Nei, en það sem er vinsælt í pólitíkinni og sem er bara hlutverk og ábyrgð kjörinna fulltrúa er að bjóða upp á valkosti. Og það er það sem við erum að gera, upp á raunhæfa valkosti. Það má líka nefna það að hið opinbera er í dag að niðurgreiða fyrir einkabílinn. Það er það sem hið opinbera setur í vegasamgöngur núna í dag er minna heldur en það sem fær í tekjur af bílaumferð. Þar með er það ekki að niðurgreiða einkabílinn, það er að taka meira af einkabílum heldur að leggur til, það er ekki rétt. Þá er það ekki niðurgreiðsla heldur. Nei, það sem að ríkið leggur til vegaframkvæmda eða vegakerfisins á Íslandi er meira en það sem það færi tekjur af einkabílum. Þannig að það er ekki rétt. Það er rétt, þetta er Samtök atvinnulífsins tók þetta saman og birtu á skattadeginum í fyrra, þá getur bara kynnt þetta. Það er að breytast núna með til dæmis með upptöku kílómetragjalds, en þetta síðustu árin hefur ríkið verið að niðurgreiða þetta, en það er þetta bara eðlileg grunnþjónusta af íbúa. Þetta er bara eins og menntun, heilbrigði, samgöngur eru hluti af því og þannig líta öll Evrópulönd á þetta. Ein spurning, Davíð, og reynda til þín líka Ásdís, þið voruð einu sinni ungir sjálfstæðismenn, þó kannski margir myndu að halda þið séu það en á vettvangi þess sambands man ég, Davíð, að þú barðist til þess mjög gegn því að menn væri að setja upp aukin myndavélakerfi í miðbænum og það væri þannig að ríkið væri að fylgjast meira með borgurunum heldur en góðu höfu gengdi, það væri skerðing og einkalífi fólks. Þessi umferð og tafagjöld verða sennilega innheimt með því að taka myndir af bílnúmerum fólks þar sem það ekur inn og út af svæðum. Er þetta ekki einmitt dæmi um það hvernig við viljum sporna við því að ríkið geti rakið ferðir okkar frá einu tíma til annars? Þetta er gert með myndgreiningarbúnaði í Noregi, Svíþjóð, Bretlandi og víðar, mjög víða í heiminum og það er mjög vel hægt. Við búum á Íslandi við ströngustu persónuverndarlöggjöf líklega í heimi. Við ákváðum að taka upp GDPR og gera það aðeins flóknara, þannig að það er ekkert mál að tryggja það að þetta verði allt öruggt og þessi bara verið að greina bílnúmerinn til þess að sé að það fari innheimtu með það en að sé ekki verið að fylgjast með ferðum fólks. Það er alveg hægt að passa þetta. Þú fylgjast með ferðum fólks og þú veist hvað bílinn er það ekki? Jú, það er hægt að gera þetta í gegnum gagnagrunn, dulkóðan gagnagrunn, þannig að það hafi engin aðgang að því með hvað hætti, hvernig fólk er að ferðast. Rétt í lokin. Keldnalandið er stór hluti af fjármögnun verkefnisins. Ríkið afhendir betri samgöngum þetta mikilvæga og fallega byggingarland og þetta er aukið síðan við stærð þess núna í seinni áfengum. Upphaflega var gert ráð fyrir að þetta myndi skila 15 milljörðum inn í verkefnið. Núna stærir fjármálaráðherra sig að því að þetta verði yfir 50 milljarðar. Það er auðvitað bara lóðagjöld. Þetta er nú væntanlega ekki mikilsvert framlag til þess að draga úr íbúðakostnaði fólks í borgarlandinu ef að hagsmunirnir eru þeir að pumpa upp lóðaverðið eins og menn geta á þessu svæði? Nei, það er akkurat hagsmunir okkar allra á höfuðborgarsvæðinu að lóðaframboð sé aukið. Það er það akkurat það sem við þurfum inn á íbúðamarkaðinn er aukið framboð
og þarna Ég sammála því, þú miskilur spurningun, ég segi ef að menn Nei, bara spurningin var bara röng. Nei, spurningin er algjörlega rétt. Ef að menn hafa hagsmuni af því að pumpa upp lóðaverðið, þá hækkar það auðvitað íbúðaverð. Það sem að mun hafa jákvæð áhrif á íbúðaverð er aukið framboð og það er ekkert verið að pumpa neitt upp. Það er verið að fara eftir stefnu borgarinnar og hins opinbera í því að mjög hátt hlutfall verði í óhagnaðardrifnum lóðum. Þetta verður mikið af atvinnuhúsnæði, þetta getur orðið 13.000 manna byggð og atvinnuhúsnæði fyrir 9.000 manns og það mun hafa mjög ákveð áhrif til þess að gefa fólki tækifæri til þess að kaupa. Þarna er líka hugsað fyrir því að það verði ekki bílastæðakjallar í hverju einasta húsi, heldur verði miðlæg, það sem er kallað mobility hub eða farhús. Það mun draga verulega byggingakostnaði því það er rándýrt að margra milljóna kostnaðar per íbúð að vera með bílakjallara. Þannig að það er vel hægt að gera þetta með hagkvæmum hætti fyrir þau sem er að fara að flytja þarna en samt þannig að þetta skili miklum ávinningi inn í þessi verkefni. Bara þegar fólk heyrir 15 milljarða og síðan segir menn við fáum miklu meira fyrir þetta 50 milljarða að þá átti menn sig á því að lóðaverðið fer hækkandi og það er það sem menn hafa áhyggjur af varðandi Það verður bara markaðsverð á þessum lóðum eins og öllum öðrum. Það verður ekkert hærra verð þarna og munurinn á þessu er bara sá 15 milljörðum versus 50 milljarðar er svo. 15 milljarðarnir voru held ég mjög varlega áætlaðir. Þá voru menn algjörlega að reyna blind í sjón með það hvað getur verið þarna. Síðan þá erum við í samstarfi við Reykjavíkurborg búið að þróa þetta áfram, halda alþjóðlega þróunarsamkeppni. Þannig að núna vitum við nokkurn veginn hvað eru margir fermetrar þarna og þá er auðveldara að reikna út hver verðmætin eru. En bara aðeins með lóðaverðið. Af hverju fer það hækkandi? Það er að það er framboðsskortur á höfuðborgarsvæðinu. Og þú nefndir vaxtamörkin áðan. Og það er þess vegna... Ég ræddi vaxtamörki við borgarstjórann, hann vill ekki leyfa ykkur að fara út vaxtamörki. Nei, og ég er algjörlega ósammála borgarstjóra. En af hverju settu það ekki sem skilyrði fyrir samþykkti? Hann talaði fyrir því að uppbygging ætti bara að vera í kringum borgarlínuna, sem þýðir að borgarstjóri er þá að tala fyrir því að uppbygging í Reykjavík verði bara á þéttingarreitum. Það mun taka tíma, það er kostnaðarsamra og það mun leiða til þess að við munum ekki ná jafnvægi á húsnæðismarkaði. Það blasir við þessi vaxtamörk voru sett 2015 að fólksfjölgunin hefur verið slík að forsendur eru brostnar. Og það er þess vegna sem að Kópavogsbær, Hafnarfjörður og Garðabær eru að undirbúa það og vilja stækka vaxtamörkin. Þið gerið ekki nema með samþykki Reykjavíkurborgar. Já, en þá þarf borgarstjóri að svara fyrir það. Hvernig ætlar að tryggja jafnvægi á húsnæðismarkaði? Hvernig ætlar að tryggja þannig við náum verðstöðuleika og nýjum lækkun vaxta? Ég spurði hann út í þetta. Af hverju settu þið þetta ekki sem skilyrði fyrir undirritun samgöngusáttmála? Af því að þetta er ekkert með aðkomu ríkisins. Þetta er bara samtala milli okkar sveitarfélaga. Ég held að það blasi alveg við. Þú hefur alveg getað sett þetta sem skilyrði. Ég held að það blasi alveg við að ef við ætlum að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði og stuðla að hagkvæmari uppbyggingu og íbúðum fyrir höfuðborgarbúa að það verður að breyta vaxtamörkunum. Og þetta er bara umræða sem er í gangi núna og ég óttast ekkert að taka þessa umræðu við borgarstjóra eða aðra sveitarstjórnarmenn. Alveg í blálokin. Það er flokksráðsfundur hjá ykkur sjálfstæðismönnum á morgun. Flokkurinn mælist með 13,7% fylgi. Hann hefur aldrei mælst jafn lágt síðan að mælingar hófust aldrei í 95 ára sögu. Fylgi virðist vera að sjunka niður akkurat á þessum tímapunkti. Er það ekki bara einmitt vegna þess að þið eru búin að undirrita þennan samning? Það held ég ekki. Ég held að það sé ekki ástæða þess. Ég held að séu bara margar ástæður fyrir því og kannski hefur sjálfstæðisflokkurinn ekki talað nægilega skýrt. Ég hef ekkert verið ánægð með allar þær ákvarðanir sem hafa verið teknar á þingi og mér finnst það ekki vera í línu við það sem við sjálfstæðismenn tölum fyrir. Ég verð hins vegar að segja að þessi könnun endurspegli að fylgi okkar sé samtengt við samgöngusáttmálann síður en svo. Ég held að kjósendur okkar vilji að sjálfstæðisflokkurinn sé með ákveðna framtíðarsýn. Við erum framfaraflokkur, jú, við stöndum vörð fjármuni skattgreiðenda svo sannanlega, en það er af og frá að það sé hægt að tengja stöðu flokksins við nýundirritaðan samgöngusáttmála. Flokkur sem stendur á Hornafjarðarfljóti sem tvöfaldast í kostnaði, fangelsi sem tvöfaldast í kostnaði á 3-4 mánuðum, það er ekki flokkur sem stendur vörðum skattpeninga. Ef að Bjarni Benediktsson ákveður að sögulum á landsfundi í febrúar, kemur til greina að þú bjóðið fram til formennsku í Sjálfstæðisflokknum? Eins og sakir standa er ég nú bara með fókusin á Kópavog og ég hyggst. Ég hef nú sagt það opinberlega að ég sé fram á, ég mun vilja halda áfram sem bæjarstjóri Kópavogs. Ég er búin að vera núna í 2 ár, það eru 2 ár eftir.
og við eigum mjög mörg skemmtilega áhugaverð verkefni eftir. Og þetta slípast til í pólitísku svörum. Þetta er ekki svarið spurningunni. Já, sérðu eftir 2 ár. Kemur þið greina að þú bjóðir fram til formennsku í febrúar ef Bjarni víkur af vettvangi? Eins og sakir standa ég ekki að hugsa það. Nei. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna á þessum góða föstudegi í góða veðrinu, Davíð Þorláksson og Ásdís Kristjánsdóttir. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Nú höldum við öll út í helgina. Annarkvort með almenningssamgöngum með einkabílum. Ég veit hvaða kostning ég vil allavega hér úr hádegismógunum í góða veðrinu, en við sjáum sæla vikuliðin.